Brjóstabúðar liggja eins og hráviði í gömlum höfuðstöðvum franska framleiðandans PIP. Búnaður liggur undir skemmdum þar sem framleiðslan á púðum með iðnaðarsílíkoni fór fram. Fyrir viku heimsótti rannsóknardómari höfuðstöðvar PIP í La Seine-sur-Mer til að afla gagna vegna rannsóknar sem hófst fyrir áramót. Kveikjan var andlát franskrar konu árið 2010 sem hafði fengið brjóstapúða frá fyrirtækinu. Í mars 2010 var gerð húsleit þar sem iðnaðarsílíkon fannst á framleiðslusvæðinu. Þá var allt rifið og tætt og ástandið var enn við það sama þegar rannsóknardómarinn sem ákveður hvort kæra skuli kom í höfuðstöðvarnar síðasta miðvikudag. Brjóstapúðar eins og hráviði á gólfinu og allt á tjá og tundri ennþá. RMC í Frakklandi greinir frá því að framleiðsla hafi átt að halda áfram í gömlu höfuðstöðum PIP. Synir Jean-Claude Mas sem stofnaði fyrirtækið og er nú á flótta, hefðu í fyrrasumar stofnað annað fyrirtæki, FIT, og lagt til þess 4.000 evrur í stofnfé. Það átt að framleiða brjóstapúða og nota búnað og tæki PIP. Lögfræðingur fyrirtækisins hefur ekki viljað svara spurningum franskra fjölmiðla málið.